Viðamiklar framkvæmdir hafa staðið yfir á akbrautum á Keflavíkurflugvelli og við nýja viðbyggingu til austurs, en hún er stærri en flugstöðin var þegar hún var opnuð árið 1987. Já, við stöndum hérna á akbraut Mike, sem hefur vinnuheiti Mike. Þetta er fyrsta nýja akbrautin sem við erum að gera í langan tíma. Hún er 1,5 kílómetra á lengd, hún er 23 metrar á breidd, hún er með 7 metra axlir, þannig að þetta er talsvert umfang á svona. Við erum með þessari framkvæmd þá erum við að reyna að auka öryggi og flæði hérna á flugvellinum og þetta mun hjálpa okkur bæði í, eins og ég segi, öryggismálunum og viðhaldi til framtíðar á öðrum akbrautum, þannig að þetta einfaldar okkar rekstur. Ein svona akbraut, hún er með 3 lögum á malbiki, þannig að þetta er 130.000 fermetrar. Þannig að þetta er svipað kannski á 7 metra breiður vegur frá Fitjum og inn í Kúagerði. Hvað er þetta mikið mál þegar þið þurfið að fara í svona framkvæmdir? Flækjustigið er mjög hátt af því við erum á flugvelli sem er í fullri starfsemi og það er ekkert í okkar rekstrarleyfi sem gefur afslátt. Þannig að við þurfum alltaf að hugsa rekstur flugvallarins og hann er í forgangi. Þannig að við getum alveg lent í því að við þurfum að reka verktakann tilbaka eða breyta einhverju. Og síðan þannig að við þurfum að huga að því og operation er númer 1. Síðan eins og núna í sumar þá erum við frekar óheppin með sumari. Tíðarfarið hefur verið mjög slæmt, ekki mjög gott til malbikunar. En það gengið mjög vel, við höfum verið með 2 góða verktaka hérna og fleiri náttúrulega með okkur og starfsmennina vallarins. En Ístak og Kólas hafa verið mjög duglegir að færa vinnuna til allan sólarhringinn, vinna helgar og svoleiðis til að láta verkið ganga, unni mjög vel í þessu með okkur. Hvað með flugumferð og svona? Þið hafið verið að fá einhverja svona athugasemdir eða kvartanir svona yfir háaða. Hvað getur þið sagt okkur á það? Já, við erum náttúrulega svona venjulegar verklagsreglur hjá okkur að lágmarka alla trafík yfir sveitarfélögin hérna. Og það sem við höfum, en þessi akbraut, hún raun og veru fer yfir eina flugbraut og snertir 3 akbrautir. Þannig að þegar við erum að fara að flugbrautinni eða fara að þessum akbrautum, þá þarf að beina umferðinni annað og við höfum núna í sumar, bæði á vormánuðum og svo núna í september og fram í líklega miðjan október, þá er meira umferðarálag yfir Reykjanesbæ. Og það sem við reynum að gera, við reynum að lágmarka bara þann tíma sem að það tekur. En við erum með á heimasíðun okkar, þar erum við með kerfi þar sem fólk getur farið inn, það getur fundið flugi sem að olliði mónaði og það getur sendt inn ábendingar. Og við erum með mjög virkt kerfi sem að vinnur úr því og skoðar hvort að sé eitthvað óvenjulegt eða hvernig er þetta bregðast við. Hvernig hafa framkvæmdir verið hér á vellinum við flugbrautir og akbrautir? Já, hvað getum við farið langt aftur í tímann eða bara frá því að bandaríski herinn fór hérna 2006 og Ísland tók við vellinum? Það var fyrstu árin eftir að herinn fór, þá var greinilega lítið fjármagn, þannig að akbrautum var ekki viðhaldið í fullri breidd og flugbrautum ekki heldur. Og það hefur aðeins verið að bíta á okkur núna, þannig að framkvæmdirnar sem við erum að fara í, þær verða umfangsmeiri, taka meiri tíma og þannig að þetta verður svona mun flóknara og erfiðara heldur en að hefði þurft að vera. En við fórum í 2016 og 2017, þá endurbyggðum við alveg flugbrautirnar, efstu lögin á þeim. Og þegar við förum í svoleiðis framkvæmd þá eru mjög stífar reglur hjá okkur. Við þurfum að horfa á þetta eins og þetta sé ný framkvæmd og uppfylla alla nýja staðla sem eru. Páll, þetta eru mikla framkvæmdir hérna austurfingurinn eins og það er kallað. Hvað getur þú sagt okkur um það? Já, þetta er bygging sem er 22.000 fermetrar, sem er aðeins stærri heldur en flugstöðin, þannig að byggð hérna 86. Og í þessari byggingu þá vorum við að byggja stóran kjallara fyrir framtíðar farangurslokun
Við erum að stækka svæði þar sem að komufæribönd eru og búið til nýtt svæði fyrir þar sem að farangurinn kemur inn í bygginguna. Á annarri hæðinni verðum við svo með Schengen-svæði eða þar sem er þetta venjulega svæði upp á annarri hæð þar sem eru verslanir og veitingar. Þannig að á því svæði verða 4 ný hlið, 2 busgate og stærra verslanir og veitingasvæði. Og síðan verðum við með 3. hæðina sem mun verða framtíðar non-Schengen-svæði sem er eins og jarðhæðin í suðurbyggingunni og verður ekki tekin í notkun fyrir við erum búin að byggja á milli norðurs og suðurs. Og hvað segirðu með tímaplan á þessu? Er þetta tekið í notkun í áföngum eða klárið þetta? Já, við áætlum að byggingi verði kláruð 2024 en við áætlum að opna fyrsta áfanga á næsta ári, mitt næsta ár. Og þá mun stækka svæði hérna á jarðhæðinni þar sem að komufarangurinn er að koma inn og eins og þið sjáið þó að byggingin sé hálfreist hérna að þá erum við byrjaðir að skerma okkur af á jarðhæðinni og þannig að við erum byrjaðir uppsetningu á færiböndum í kjallara og undirbúningi á fyrstu hæð. Mun þetta hafa áhrif á, hvað ég var að segja, þjónustu stigið í, hvað ég var að segja, með farangur þegar fólk er að lenda? Ég held að þetta verði mikil viðbrigði fyrir farþega þegar að koma að svæði þar sem að þeir ná í töskurnar í dag, það verður mun stærra og betra heldur en það er í dag, þannig að upplifun farþega ætti að vera mun betri. Þetta hlýtur að kosta einhverja fullt af milljörðum? Já, við erum að áætla framkvæmdakostnaður að þessu sé með flughlöðum og öllu einhverjir 22 milljarðar sem er það bara framkvæmdakostnaðurinn, þannig að þetta er 22, kannski 4 milljarðar í heildarkostnað. Þannig hvað verður þetta mörg flughlöð við bygginguna? Það er gert ráð fyrir þessu 4 flugvélastæði við en það verður 6 brottfararhlið. Það er allt komið á fleygiferð eftir heimsfaraldur. Man leikur alltaf forvitni á að vita hvað svona risa bygging, hún er náttúrulega að skapa mörg störf, veistu það? Já, við erum að horfa á það svona meðan er í stálreisingunni, þá eru kannski svona 50-60 manns hérna við vinnu í byggingunni en núna vorum við verið búin að klára að bjóða út það sem við köllum fit-out-samningar. Það eru rafvirkjun, loftræsingar, pípulegnir og allt svoleiðis, þannig að þá gerum við ráð fyrir að vera komin svona 200-300 manns í bygginguna. Já. Þannig að það er ís og þess? Já, heldur betur. Má ég spyrja þig eitthvað út í framtíðarmúsík? Hérna á bak við okkur er þessi rauði rani, mjór landgangur á milli norðurs og suðurs. Er það svona í næstu framtíð? Já, þessi bygging hérna sem við erum að byggja hér, hún er fyrsta skrefið í það að við getum farið í tengingun á milli norðurs og suðurs og við erum að áætla það að 2024 þá gætum við verið að hefja framkvæmdir á nýrri byggingu milli norðurs og suðurs sem mun bæta mjög mikið gæðin á hliðunum sem er að unna á þessum mjóa landgangi í dag og upplifum farþega á verslunar- og veitingasvæðinu. Það er ju alltaf verið að keppast við það og að upplifum farþega sé sem best, þetta spilar allt inn í þetta. Já, og það er mikið atriði að fólk vilji tengja í gegnum þennan flugvöll og hafi góða upplifuna hér og langar svo kannski að ferðast til landsins eftir að hafa komið inn á flugvöllinn. Hefur eitthvað komið ykkur á óvart svona í framhaldi af svona, heimsfaraldur hefur verið að klárast, getum við orðað þannig. Áttu þið von á svona mikilli flugtraffík svona hratt? Og hversu mikil hefur hún verið? Já, ég held að við vorum nokkuð bjartsýnir hvernig þetta myndi ganga en þetta er að gerast mjög hraðar heldur við áætlum og ef ég man rétt þá erum við að stefna í 6,2 milljónir á þessu ári og þannig að vöxturinn hann er miklu hraðari heldur en við áttum von á. Er svona gott hljóð í ykkur hjá Ísafjarðarbæ? Þeir eru svona svolítið miðdeipill á Keflavíkurflugvelli með þessu og marga hluti eftir heimsfaraldur og horft eitthvað fram til næstu ára. Er bjartsýni? Já, ég myndi telja það að við erum bara mjög bjartsýn. Við erum núna að kynna nýtt masterplan eða uppfærslu á masterplaninu okkar. Við erum búin að vera með þessa bjartsýni þannig að við erum búin að vera að vinna í framkvæmdum þótt þessi heimsfaraldur hafi verið
og ég held að það hafi verið mjög stórt heillaskref að stoppa ekki, heldur nýta þennan dauða tíma eins og við gátum og eins og hægt var í framkvæmdir og undirbúning.